velkomin. Við erum hér til að kynna grunnatriði ljóðaslams, að flytja ljóð á sviði. En ljóðaslam Borgarbókasafnsins er spennandi keppni þar sem orð þín og flutningur skipta öllu máli. Já, í ljóðaslami sameinast skáldskapur og sviðslistir. Þetta er alltaf einhvers konar framkoma, flutningur á sviði sem er megin inntæk þessa myndbands. Þú ert að fara að flytja eigið ljóð, bannað að fara á ljóð.is og þú ert að fara að, þetta er opið öllum og þetta snýst ekki að vera fullkomin eða fullkomin flutning eða fullkomna ljóð. Þetta er í rauninni bara, þetta er alltaf bara þín persónulega tjáning og þinn eigin persónulegi flutningur. En fyrir áhorfendur. Og í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir flutning á sviði. Hvað þú getur gert til að gera flutningin þinn sem bestan. Tada! Hluti 1. Það er svolítið röddin, eða raddbeiting. Röddin er það sem skiptir mestu máli og fyndið, leiði ég segi þetta, þá finn ég hvernig ég droppa röddinni svolítið niður. Það er svona því að mér dagstæðlega liggur rómur svolítið hátt, en minn svona hljómur raddarinnar er rauninni hér niðri. Það er bara meira ef ég myndi bara slaka aðeins á stundum og leyfa mig bara aðeins að... Sem þú gerir sjaldan. Sem ég gerir sjaldan og ég ber bara aldrei, ekki hingað til. En hver veit hvað fara þeim skvetti sér. Já, röddin, það gefur lífinu, það gefur ljóðinu líf og dýpt og eitthvað svona. Fer bara eftir hvernig þú notar hana. Hér er dæmi. Eyrun þín lepja orðin, sveið mig langar að elda þau, eta með bönir, eplehedik, eftirréttur. Kaffi? Þetta sýnir hvernig raddbeiting, raddstyrkur og tónhæð getur haft áhrif á flutningin á ljóðröðinu og hvernig áhorfendur upplifa orðin sem þú skrifaðir. Akkurat. Hluti 2 er líkamsbeiting. Það skiptir rosalega miklu máli hvernig þú flyttir ljóðið, hvort þú ætlar að fylla út í allt sviðið og blokka hann steininni eða hvort þú ætlar að standa bara á sama stað og flytja ljóðið þitt bara svona. Hér er dæmi. Ég reis upp, beitti mig gegn bylgjum stormanna. Þú getur alveg gert það svona. En myndu að þó að líkamsbeitingin skipti máli, þá þarf hún ekki vera ýkt. Smávægileg hreyfing getur verið alveg áhrifamikil. Ég reis upp, beitti mig gegn bylgjum stormanna. Hluti 3. Þegar þú ert komin upp á svið þarftu að gera meira heldur en bara flytja ljóðið þitt. Þú þarft líka að mynda tengsl við áhorfendur. Láttu orðin koma frá hjartanu og sýndu áhorfendum hver þú ert með flutningnum. Já, það skiptir máli að það er að eigna þér sviðið. Það hljómar eins og þú þurfur að vera með eitthvað rosa mikið lætið að stóra með hreyfingur svona tala um en þú þarft bara svolítið að kannski setja vel í því og treysta sjálfum þig fyrir að áhorfendur eru ekki til að dæma þig. Þú ert komin til þess að flytja þitt ljóð, þína sögu. Þín nærvera bara á sviðinu skiptir máli hvernig sem hún svo birtist. Bara svo lengi sem að þú ert bara sönn sjálfum þér að þá eftir rauninni nærvera þín mun fylla upp í sviðið og mun skila sér til áhorfenda. Tengslin bara sem að þjóna þínu ljóði. Já. Algjörlega, og þar kemur hlýja eða nærvera, einlægni eða kraftur, þú veist, það bara fer allt eftir þínum stíl. Eða bara vera ógeðslega óþægilegur. Já, ógeðslega óþægilegur. Það er gaman að vinna með það. Það passa með þess ljóð, sko. Algjörlega. Hluti 4. Lærðu ljóðið þitt utan að. Það gefur þér miklu meira frelsi í flutningnum þínum. Ef þú getur sloppið bara alveg við það að reiða þig á það að lesa á blaði eða á skjá á sviðinu, þá getur eitt orkun sem færi í flutningin sjálfan. Í það að tengjast áhorfendum, í allar litlu líkamstjáninguna og raddbeitinguna og allt. Þannig að þetta er besti punkturinn, finnst mér. Já, algjörlega, ég sammála því. Þetta er bara mjög, mjög mikilvægt. Ég hef alveg séð fólk á sviði koma og lesa bara upp af blaði. Það er aldrei jafn áhrifamikið. Það er svolítið eins og þú sért heldur ekki búin að læra þitt eigið ljóð. Það er pínu eins og þú getur þá bara verið að lesa ljóð eftir einhvern annan af blaði. Þetta verður ekki alveg þitt. Þú nærði ekki alveg með þinni nærveru áleiðis. Þannig að það skiptir... Þú sért með hækju í maraþonu. Já, þetta er tímið svo með hækju í maraþonu. Sem alltaf þarft þess. En ef þú þarft þess ekki, þá alltaf betra bara. Já, og bara vitandi líka það eins og segir, að taka þátt í slamkeppni auðvitað oft bara það að taka þátt.
En ef þið langar að eitthvað vinna keppni, eða þú veist, með rosalega ríkt keppnisskap, að það mun það alltaf alveg hjálpa þér að kunna það utan að, eins og hún segir, það líka bara nærveran gjörbreytist. Þú veist, nándin gjörbreytist, það bara tengingin verður allt önnur. Þannig að þetta eiginlega eitt mikilvægasti punkturinn sem þú getur tengt þær. Þannig að lærðu þau utan að slípa það til og að lokum finnur þau bara sjálf hvenær það tilbúið til flutnings. Það svoleiðis. Loka orð. Ljóðaslam frábær vettvangur til þess að deila sköpuninni og prófa eitthvað nýtt. Við hvetjum þér til að taka þátt í ljóðaslami Borgarbókasafnsins sem oftast haldið í febrúar ár hvert. Hvort sem þú ert byrjandi eða þaulvanur ef við skiptir engu máli, komdu og vertu með. Æfðu þig, lærðu ljóðið þitt en mundu að það sem skiptir öllu máli að hafa gaman, eins og alltaf. Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Sjáumst á sviðinu.